svona ný stéttabarátta nema stéttabarátta var menningarleg. Við erum að horfa á sko afleiðingarnar af því núna, að þetta tekur tíma fyrir hreyfingar að vinna sig upp í hérna pólitísku meðvitund sko. Oft verður að reyna að sko líka eins og miðflokkinu við AfD, svo það grundvallarmunur sko. Miðflokkurinn er ennþá lýðræðislegur flokkur sem að sko maður upplifir ekki þótt maður sé kannski ósammála með ákveðnum atriðum. Þetta ekki flokkur sem ætlar sér að taka sko stjórnarskrárnar úr sambandi. Þú veist, það er ekki hérna fólk með nasistakveðjur í gangi sko. Að því ég hugsaði bara að það sem að vantar mest umræða. Og það sem vantar mest að fólk sem ekki sammála geti í einhvers konar öryggi átt, sem ég kallaði sko respectful fighting. Respectful arguing. Nei, sko, það er rosa munur sko, ég held nefnilega eitt af svona stærstu hlutunum sko, eða svona, ef maður reynir að analysera hvar vandinn liggur í dag, þá held ég að kjarninn að því að við erum hætt ef við erum búin að aflæra listina að rífast á þess að vera persónuleg, að vera ósammála án þess að gera þeim sem maður að takast á við upp einhvers konar móralskar hvatir, að einhvers konar hugmynd kompromiss í lýðræðislegu samfélagi sem að gengur út frá ákveðnum grunngildum, að það að takast á sé sko persónulegt en ekki hugmyndafræðilegt. Og ég held að sko það að fyrsta sem við þurfum að læra upp á nýtt að kunna sko rífast eða takast á málefni án þess að vera alltaf í skotgröfum. Hann Christopher Hitchens sagði 7. og 8. áratuginn að þegar orðatiltækið hið persónulega hið pólitíska kom á sjónarsviðið, þá gat hann ekki sett fingur á það nákvæmlega hvað hann mislíkaði við það, en hann hefði gert sér grein fyrir því að eitthvað hræðilegt hefði svona slysast inn í menninguna. Nei, ég meina, sko, lýðræðisskipun gengur ekki út á allir sér sammála. Hún gengur út á að það sko markaðstorg hugmynda og síðan tekist á, og ég held sko fyrir þær hugmyndir sem ég tel að séu góðar hugmyndir, það hættulega sem getur gerst að þessi bannað eða þeim sem eru með hugmyndir sem eru sko á öndverðu meiði sé í rauninni gerðar upp sko móralskar forsendur fyrir því af hverju þeir sé að segja að þau sé að segja það sem þau eru að segja, og þar með getur rauninni gjaldfellt sko hugmyndina áður en að hugmyndin tekst á við þína hugmynda, því að sko góðar hugmyndir verð ekki raunverulega góðar fyrir að búin að standa af sér eldraun mótstöðunar, en þegar mótstaðan tekin úr sambandi þá mjög auðvelt að góður hugmyndir séu rauninni bara vondar hugmyndir. Og sérstaklega kannski sko það alltaf á hverjum tíma gríðarlega margar mismunandi leiðir að sama marki, og ef þú ætlar að vinna hugmyndum þínum einhvers konar fylgispekt, að fólk geti safnast saman ákveðnar hugmyndir, þá verða þær að sko bæði skerpast, það þarf að taka út vankantana og þær verða að opnast til þess að geta opnað fyrir stærri hópi fólks. Því annars þetta í rauninni bara þannig að hver búbla sko talandi inn í sína eigin búblu, og það sem verður til, það verða til í rauninni pólar sem geta ekki, og það sem samskiptin eiga sér ekki sko stað á milli þessara póla, og þá hægt og rólega grefst undan henni lýðræðislegu skipan. Og ég held að þetta sé sko, þetta hljómar rosalega eitthvað svona háfleygt, en þetta held ég bara alveg kjarnin að sko þessari svona sundrungu sem að upplifa í heiminum í dag. Já, ég sko að hluta til sammálaður sko, og ég sagði fyrir einhverju síðan að það var í hægri bylgju á leiðinni, og það sem að mér sko, eins og maður svolítið að sjá núna í Bandaríkjunum, það sem að við erum að sjá svolítið svona þessa makarhreyfingu og hægri mennuna í rauninni beita sömu verkfærum og svona demokratar og svona þetta vinstri gerði á sinni tíma. Tókum eftir þessu í öllum þessum bylgjum þar sem að voru Black Lives Matter, Me Too og COVID að hluta til var einhvers konar afsprengi þessa, að þá var svona hægt einhvern veginn að
einmitt fjarlægja ákveðina menn úr umræðinni út af því að þeir væru bara tala plattform, þú ættir ekki að vera að veita fólki plattform sem að væri einhvers konar á öndverði meiði eða ég vil bara hluta til ósamála og núna finnst mér í rauninni þegar að það svona öðruvísi stemning í samfélaginu að þá fólk svolítið tilbúið til þess að beita sömu aðferðafræði bara allar, þú varst nú í pallborði á samstöðinni þar sem varst með Auði Jóns og einhverjum fleirum og maður heyrir alveg sko að hægrimennir þegar að tala heimildina eða þegar að tala gímaldið þá það í rauninni einvörðungu sagt sem svona háðung sko og svolítið eins og vinstrimenn voru að reyna að tala Moggann en hann kannski aðeins öðruvísi fyrirbæri en það eins og að sé stemning núna fyrir því að bara beita nákvæmlega sömu aðferðafræði á hina hliðina og hvort við getum lært þessa list ég veit ekkert hvort að sú vegferð sé endilega auðveld eða snirtileg eins og þú telur sko. Nei, ég reyndar held að sé sko við upplifum samt að sé sko svona ákveðin fundamental munur að því að og ég reyndar sko ég set spurningamerki við að tala þetta sem hægribylgju mér finnst miklu frekar svona authoritarian bylgja sem að koma og mér finnst munurinn vera að annars vegar var þetta einhvers konar svona menningalegur cancelkultúr þar sem í rauninni þú kastaðir fram þá ásökunum eða bendir á eitthvað sem sagt var og það varð einhvers konar svona menningaleg stemning að útiloka viðkomandi meðan að það sem við erum að sjá þessu í Bandaríkjunum hreinlega að ríkisvaldið sjálft notað til að taka fólk úr sambandi og mér finnst það sko ég held að við séum að díla mörguleiti við svona stjórnvaldslegt krabbaminn sko mér líður eins og svona að sko annars vegar þetta eins og þú segir sko svona einhvers konar þessi menningarlegi slagur í rauninni að kunni ekki lengur að tala saman það menningarlegt en hins vegar sko hvernig skilningur á ríkisvaldi að umbreytast að ríkisvaldið sé í rauninni sko framkvæmdar aðili hugmyndafræðirinnar í svona hreinni mynd það hef ég ekki séð í vestrænu sko heimi mjög lengi og eða mjög lengi, ég ætla ekki að minni ævi það bara eitthvað sem að lesa í bókum og ég, þú veist að því að sko eitt eitthvað sem þú talar sko demokrata þú veist, ef þú skoðar hvernig Obama beitti og jafnvel meira sér sko Joe Biden þótt að sko það með alveg deila margt sem var sko framkvæmt að þá þú veist þegar þeir skipuðu sérstakann saksóknara þá var yfirleitt farið og passa rosalega þessu engin tengsl og viðkomandi yfir oftar en ekki sko republikani sem var tekin inn til þess að reyna að skapa svona einhvers konar svona fjarlægð frá ríkisvaldinu og núna við með forseta sem bara segir viðkomandi hvaðan eigi að komast áður en rannsókninni byrjuð og þetta þetta bara svona grundvallar munur hvernig þú nálgast sko stjórnvald og þegar stjórnvaldið orðið í rauninni svona framlenging af og eins og í tilfelli Bandaríkjanna ég meina ég búin að vera að skilja að vinna með sjálfum mér hvernig á maður að skilgreina þessa byrtingu af stjórnskipulagi af því að maður upplifir þetta sé einhvers konar svona þetta einhvers konar autoritarismi falinn inn í lýðræðisskipulagi þetta svona lýðræðislegur autoritarismi og ég meina það sem að Trump gerir hann náttúrulega áttar sig á því í sko fyrra tímabilinu sínu það sem hann umlykur sér svolítið með fólki úr kerfinu sem var svona að segja nei, heyrðu, þetta má ekki og þetta ekki hægt að gera og notar þessi 4 ár undir Biden til að sko bæði hreinsa út úr sko republikanaflokkum og í rauninni að skapa sér sína eigin stjórnsýslu þannig að þegar hann kemur tilbaka ég menn maður hefur ekki séð þessa útgáfu af sko svona persónudýrkun í stjórnmálum sko vesturheims ég man ekki eftir öðru eins ég meina fyrir utan skilur til Suður Ameríku eða eitthvað
til þess að finna Já, en maður myndi ekki horfa þangað sem einhvers konar forriðar fólk lýðræðisskipur Nei, það er nákvæmlega og það er í rauninni það sem ég er að taka undir sko. og ég man heldur ekki, ég meina hvaða, jú, kannski Pinochet eða einhvern sko, en hann alltaf var hersöðingi þú veist, þessi skiluru þú veist, hann fer til Kóreinu og þau gefa honum gullkórónu þú veist, þetta er orðið svo galið, þú veist, hann er að breyta, hann reif hluta Hvítahúsinu til að byggja gullsal um sjálfan sig, þú veist, hann gerir svona walk of fame sem er sko svona niðrandi alla aðra og síðan var daginn ég rakst á New York Times, þetta var sko, eina af þessum endalausu málsóknum og dómarinn vísaði málsókninni frá en tók fram í dómsorðunum að þeir hefði sendt honum 21 blaðsíðu áskæruskjal en fyrstu 18 síðurnar hefðu bara verið yfirblásið lof forsetann. Þannig sko mér sem því hann er að kæra einhvern sitja einhverju lögfræðingar og skrifa 18 blaðsíður af einhverju svona hinn stórfenglegi leiðtogi áður þeir byrja að tala hvað þeir eru actually að sko reyna að koma fyrir dóm. Þú veist, maður hefur bara aldrei séð hann eins sko. Að kaupa eða selja húsnæði er ein stærsta ákvörðun lífsins. Þess vegna skiptir máli að hafa ekki bara sölumann heldur ráðgjafa þér við hlið. Hlaðvarpið fjallar mikið húsnæðismál og því er það í samstarfi við þá færustu í geiranum hjá fasteignasölunni Pálsson. Pálsson fasteignasala leggur áherslu á persónulega þjónustu, fagmennsku og gagnsæi. Notast er við sérstaka ferla sem að tryggja það að bæði kaupendur og seljendur vita upp á hár hvernig að þessu er staðið. Allt frá undirbúningi myndatöku til loka sölunar. Boðið upp á fría ráðgjöf og verkfæri eins og eignavakt.is sem sér til þess að þú missir aldrei af réttu eigninni og verðmat.is sem hjálpa þér að taka upplýsta ákvörðun verð. Heimsæktu pálssonfasteignasala.is og fáðu þína persónulegu ráðgjöf strax í dag. Nei, ég líka, sko, maður ætti líka taka svona persónulega mælistiku á það sem er að gerast. Þá ég hef verið að fylgjast með bandarískum stjórnmálum frá svona, maður langar að segja 2014 sem maður byrjar svona virkilega, þannig að ég skilgreina sem maður fylgjast með, þá er maður þekkir svona ríkisstjóra mismunandi fylgja, maður þekkir svona mismunandi aðila sem eru atkvæðamiklir í öldungadeildinni, jafnvel í fulltrúadeildinni, en það sem mér hefur fundist svolítið sérstakt er að, og ég bara einhvern veginn nappaði sjálfan mig í þessu daginn, að ég þekki lengur í þessu, maður hefur ekkert verið að fylgjast með hvað mismunandi ríkisstjórar er að gera, maður er ekkert að fylgjast með því hvað mismunandi aðilar eru að láta úr sér, maður er ekkert að fylgjast með því hvað jafnvel demókratarnir eru að segja eða ekki segja, heldur er bara, það fyrir öll athyglin í þennan mann og þá sem er í kringum hann. Þetta er umbreyting sem að mér þykir líka rosalega sérstaklega, allt dagskrárvaldið, allar fréttir og allt þetta dót er nánast einvörðungu eitthvað sem að fjallar hann út af því að við lifum á svo biluðum tímum. Ég meina, hann er náttúrulega sko, ef hann er konungur yfir einhverju þá er hann konungur athyglisvakjörfisins. Það er það sem hann kann. New York Times tók áramótin saman semst fyrsta árið hans og í 300, það var ekki komin 365 dagar en 340 daga í röð gátu á hverjum degi bent á einhverja sprengju eða einhverja athyglisprengju sem hann setti fram. Þannig að sko, það kemst ekkert annað af því að ég meina, við erum bara búin að upplifa í síðustu viku, þú veist, þessi innrás í Venezuela, síðan er komið Grænland og maður hugsa bara, ok, og hvað verður það í næstu viku? Og ég held að sko fyrir þá sem er að reyna að fylgjast með, sem er að reyna að analýsa, það sem er svo erfitt, það er svo erfitt í þessu svona athyglisprengju sko, bæði sko athyglishaggkerfinu og hvernig hann er algjör master að stýra og draga til sín athyglina, að það er svo erfitt að taka sko skref tilbaka og reyna að analýsera stórhugmyndina, hvað er að gerast. Og ég fundi, ég hef verið að reyna það óbúslega mikið, að fara ekki, leyfa ekki sko þessum daglegu atburðum að sko grípa mann algjörlega til þess að geta haldið smá distans og reynt að skilja hvað er í gangi í stórumyndinni, því að það er hún sem skiptir raunverulega máli. Það að lýðræðisskipan eins og við þekkjum hana
frá seinni heimsstyrjöld, þessar stofnanir sem voru settar á stofn til þess að sjá til þess að heimurinn færi ekki aftur inn í aðra eins katastrófu eins og heimsstyrjöldina og ekki bara Sameinuðu þjóðirnar og Evrópusambandið og NATO sem eru öll undir miklum pressu á mismunandi forsendum, heldur líka í rauninni bara svo svona víðtæka hugmynd að með samtengingu hagsmuna milli þjóða sé friðurinn tryggður, að þegar menn horfðun í seinni heimsstyrjöldina hvað hefði gerst, að það var ekki bara pólitískur vilji fyrir átökum, það var ekki mótspyrna inn í efnahagslífinu, inn í atvinnulífinu til þess að stoppa þetta því að það voru svo litlir hagsmunir yfir landamæri. Þetta heitir þetta er svona sambland af democratic peace theory og economic peace theory, að þú þetta með svona samofin kerfi sem eru áþekk og þar af leiðandi mjög ólíklegt að koma til átaka út af því að báðir munu bera skarðan hluta frá borði segi. Já, og þú þarft ekki að horfa á sögu Evrópu að sem að hvað mér finnst pólitík Evrópusambandsins akkurat núna, að það sem hún stofnuð utanum og fjórfrelsið í rauninni fjórir pillars sem eiga að ná að halda þessu aðal markmiði að Evrópa hætti að vera í stríði við sjálfan sig, þetta resounding success, það ekki hægt annað en að segja að Evrópusambandið hefur í raun og sann tekið sitt helsta markmið með ótrúlegum hætti og ég var alveg hugsa að byrjaði að upplifa að byrjaði að kvarnast út í rauninni þegar að líffræðilegur aldur þeirra í rauninni fólki sem lifði seinni heimsstyrjöldina var að deyja. Já, þetta eitthvað sem að fólk segir nákvæmlega, þetta að fólk sem að þekkir ekki stríð kannski líklegast til þess að fara í stríð Já, ég meina Bertolt Brecht segir þetta í Mútur Courage, þar segir hann að það komið svo mikill vilji fyrir stríð því að það búið að vera lengi friður En hvað það bak við það sem gerist? Og það kannski að þegar kerfi sem eru sett á eins og eftir seinni heimsstyrjöldina, þá skýr ástæða, það skýr hugmyndafræði og arkitektarnir eru keyrðir áfram af hugmyndafræðilegum eldmóð þegar þeir ætla að sjá til þess að verði búin til einhvers konar regluverk sem kemur vekk fyrir að þetta gerist aftur. Spólaði áfram 70 ár og núna enginn eftir sem að tók þátt í að smíða kerfið og kerfi hafa þann hræðilega eiginleika að þeim mun lengur sem þau eru til staðar, þeim mun sannfærðari þurfa þau að verða eigið átgæti af því að hugmyndafræðilegi bakgrunn þessa kerfinu var komið á í fyrsta stað ekki lengur til staðar því að það búið að ná takmarki sínu. Ég meina friður í Evrópu staðreind, þetta þá rússar riðust en segjum svona í stærstum hluta Evrópu. Ekki á milli Frakka og Þýskalands allavega. Nei, Frakkar ekki að fara að ráðast inn í England og Englendingar ekki að fara í stríð við Þýskaland með þessum stóru takmarkunum náð. Og það sem gerist þá að kerfi fara að finna sér fleiri og fleiri og aðra leiðir til að réttlæta tilveru sína, en það sem vantar oft að það verði sér stað einhvers konar umboðsendurnýjun. Og það svo ofboðslega erfitt inn í kerfi sem nú þegar til staðar að fara, þegar kerfin hafa tendens til að fara að lokast af, verja sig og verja hagsmuni sína á tilveru réttinum einum saman, en ekki að vera trú upprunalegu hlutverki þessa kerfi var stofnað. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim alvöru bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá lætur þú gera þetta almennilega og það nákvæmlega sem alvöru bón gerir. Ferð með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á alvöru bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu.
alvöru bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Mér langar að segja hérna út af því að þú hefur reynslaði að vera í Þýskalandi og þar stemningsbreyting svo vægast sagt. Já. Þar fólk sem og ég hefum náttúrulega að setja í samhengi við sko út af því að sem að mér finnst svolítið sérkennilegt í dag, jável sko miðað við hvað Trump að haga sér sérkennilega og hvernig við erum að sjá bara þróun í Evrópu og pólitíska sko, já, og hvernig pólitísk eftirspurn einhvern veginn búin að umbreytast svo mikið og við erum svona eins og svona nýútskrifaður bókari sem að bara tekur við bara hérna pappírsvinnu Vífilfell bara sem fyrsta verkefni og við bara kunnum ekki að taka þetta á við þetta verkefni, við erum bara einhvern veginn að taka það á móti tölum og við erum að taka á móti upplýsingum og við bara getum ekkert séð þetta. Mér finnst við svolítið vera þessi ungi bókari Vífilfell sem bara getur ekki tekist á við verkefnið, kann einhvern veginn svona aðeins að sinna, jú ég veit svona það bil hvað ég á að gera við þessar tölur en kann ekki að takast á við svona umfangsmikið verkefni og þessi pólitíska eftirspurn sem við erum að sjá núna nær ekki að bókast inn í kerfið okkar. Við bara einhvern veginn svona vitum ekki hvernig við erum að takast á við það, bæði út af því að slík pólitíska eftirspurn hefur ekkert sést fyrir hérna seinna stríði í það minnsta, jafnvel fyrir hérna fyrri heimsstyrjöld og það sem mér finnst svolítið sérstætt að við erum að sjá rosalega mikið reiði gagnvart þessari pólitísku eftirspurn en hún kemur til með að aukast og það sem mér þótti merkilegt þegar þú varst á samstöðinu var að þú varst að tala við þetta fólk í Þýskalandi sem var einmitt á bara svona skoðunum sem að þú ert ekki á og okkur þykir bara alltaf sérkennileg, jafnvel öfgamikil hér á Íslandi og það sem að mig langar svona aðeins að út af því að það alltaf talað svona til mér svo AfD sem einhvern hóp sem í rauninni ekki til. Þetta svona öfgamenn sem eru til hliðar við umræðina, bara sama og svolítið við vorum að upplifa þegar réttrúnaðurinn var hvað atkvæðamestur. Og við erum þessi bókari sem að reyna að taka inn upplýsingarnar, en við erum alltaf að ýta þessu hérna verkefni sem að stækkar og stækkar, alltaf einhvern veginn til hliðar og vonumst einhvern veginn til að hverfi. Við ætlum að vera hérna og að tala alþjóðastjórnmálin í hérna undir þeim formerkjum sem við erum búin að vera vön að tala en þessi hérna bunki, hann að hrannast upp og við veitum ekkert hvað við ætlum að gera við hann. Þessi áhugavert þú lýsir þessum pólitísku umbreytingum eins og nýji bókarinn. Ég myndi segja þetta væri eins og gamli bókarinn sem er búin að vera þetta í 50 ár. Já, og kann ekki inn að taka nýtt kerfi. Nei, mér segir bara kemur bara eitthvað nýtt kerfi og hann bara, og hann er alltaf að reyna að þjóna nýja kerfinu, þú veist, en hann bara hefur engin tól eða verkfærið til þess. Nei, ég hérna, að því ég hef ég alin upp á femínísku heimili og hérna en ekki kannski þessi svona fjórðu bylgju feminismi, þetta er í rauninni svona þetta er svona annarra bylgju feminismi sem er í rauninni analítist að er í rauninni það sem valdakerfin eru skoðuð krítiskum augum, þú setur upp krítisk gleraugu á öll valdakerfi sem þú verður fyrir og þetta hefur reynst mér óbáslega vel sem burtséð frá hugmyndafræðinni þetta alveg rosalega sterkt verkfæri til þess að láta ekki svona glepjast af hverju einustu öldu sem skellir á ströndina en ekki síður að með því að stíga skref tilbaka þá getur líka tekið þína svona persónlegu skoðanir pínkulítið úr sambandi og ég fekk frábært tækifæri til að rannsaka þessa svona empatíu ég var beðin í Þýskalandi á hverju ári sem kallað vísinda árið þannig að það er vísinda þróunar og menntamálráðuneytið setur svona fókus á eitthvað svona eitt málefni og einu sinni hefur það verið alheimurinn, það hefur verið hitt og þetta og árun áður hafði ég gert verkefni sem hafði verið styrt af þessu vísinda ári þar sem að ég var að skoða tengsl manneskjunnar og náttúrunnar og notaði ég í óperuhúsinu í Kassel að meðan að dokumenta sem er svona stærsta samtímalista hátíð í heiminum
var haldin, tóku við yfir óperuhúsið og gerðum í rauninni notuðum Richard Wagner Nibelungarhringinn fall og rið siðmenninga til að skoða tengsl manneskjunnar og náttúrunnar og þetta var valið eða svona verkefni ársins hjá þessu fyrirbæri, þessu vísindaári og árið eftir í beðin að vera hluti af stjórn ársins eða svona kúratórískri stjórn og þarna sátu bara margir fremstu fræði og vísindamenn Þýskalands og síðan og svo fyndi ég fekk þáttakandalistar voru 15 og það var alltaf sko doktor, professor og sér kom ég og það var bara herr Þorleifur Örn Arnarsson og síðan vorum við svona og ég var hérna beðin hvort mér dettitt í hug og svona að því að þema var frelsið staða frelsisins 2025 og það eru 75 ára afmæli þýsku stjórnarskrárinnar og 35 ára afmæli fall Berlínarmúrsins og hver væri staðan að því að það skynja þetta meira sér inn í þessum stjórnkerfum að skynja allir að það hriktir svo ofbásli í stofunum og semst á leiðinni á fundin og þetta er stuttu þetta er ári áður þá sit ég á aðalestastöðinni í Berlín og þetta var í COVID þetta er sko fyrsta COVID eða þetta er annari bylgju og það er komin sko grímuskylda en það er búið að opna sko veitingastaði en það þurfti allir að sitja eitthvað 2 metra frá hverjum öðrum og máttu ekki vera með grímur varstaðir með grímur og svona og sem máttur einhvern veginn taka grímuna því að borða þetta er allt búið á flókið og ég sitt á veitingastað á veitingastað á aðalestastöðinni og það sest maður svona einmitt 3 metra frá mér og tekur af sér grímuna og þetta var svolítið svona demonstratíft þannig að þú skynjar strax hér er komin maður sem sem er í andspyrnunni og og hann lítur á mig og svona var svona pinkulítið hvort hann var að challengea mig en líka pinkulítið svona ekki fara að rífast við mig og við sitjum að smá stund og síðan ég man ekki, ég opnaði á einhverju svona bara svona opnaði samtal við hann af því að ég hugsaði, ég get setið og þóttu þessi maður fáránlegur að vera, einhvern veginn að brjóta reglurnar til að sýna einhverju manni sem situr og bara pítsugstar einhverju lestastöð, eða ég get reynt að skilja betur hvað er í gangi hjá honum hvaða heimsmynd liggur til grundvallar þess að hann finnur sér knúin að lestastöðinu til að vera með einhverjum svona demonstration og þá kemur í ljós að þetta var daginn eftir fyrstu svona risastóru svona COVID-protest í Þýskalandi og hann sem sagt hefði komið til Berlínar til þess að hann tryði ekki opinberum tölum hversu margir hefði verið að mótmæla og hann var í mjög góður í starffræði og hann hefði mætt með vídeókameru og tekið upp í ákveðið margar mínútur úr einhverju byggingu ákveðið svæði og ætlaði að reikna út frá því miðað við hvað var margir í göngunni hver var hinn raunverulega að tala og koma því á framfæri á internetinu og aftur, þetta var svona moment sem ég hefði bara getið sagt bara ok, komin eitthvað svona við getum alveg að ræða eðlufólkið en ég hugsaði en áhugaverðari spurning er að spyrja hann já, ok, þannig þú treystir semst ekki fjölmiðlum nei já, ok, en hvað með þá pólitík og hann bara, nei, ég sagði ekki eins og AFD bara nei, þeir eru alveg eins ég sagði, ok þannig að þú treystir semst engum samfélagslegum narratífum sem þú ert að upplifa og hann bara, nei og þá situr þetta bara spurningin eftir hverjum treystir þá? Ef þú trúir ekki fjölmiðlum, þú trúir ekki á pólitík, þú trúir ekki þú trúir hérna engu efni nema því sem þú leitar uppi sjálfur og ákveður að sé þá væntanlega nógu nálægt þér þannig ég spurði hann að því ég upplifur henni það lítur svo ofboðslega innmannlegt að því þú verður rosalega einn ef þú býrðir samfélagi þar sem þú treystir engum og ég spyr hann, hverjum treystir
og þá segir hann mér að hann reki lítið garðyrkjufyrirtæki og og hann reyna að borga öllum óbúslega vel og halda óbúslega vel öllum starfsfólki sitt þannig að allt í einu þessi conspiracy brjálæðingur sem að ég hefði geta ákveða að væri eftir 1 mínútu samtalinu kemur að ljósa hann bara með lítið fyrirtæki sem berst sko fyrir réttindi þeirra sem vinna og segir bara fjölskyldunum minni og fólkinu sem vinni hjá mér basically fólkinu sem maður getur séð í augun á þegar það segir eitthvað við hann. Hlaðvarp í samstarfi við Happy Hydrate. Steinefni eru orðin mikilvægur þáttur í mínu lífi og ég ekki einu svona grínast, ég að nota þessar vörur í alvörinu. Það ástæða fyrir því að þessir kassar hérna eru tómir. Nýjungarnar og framþróunin hjá Happy Hydrate reynd út sagt frábær. Kreatín samhliða steinefnunum, eitthvað sem að þeir bjóða upp á og ég nota að staðaldri. Eftir að ég byrjaði að nota þessar frábæru vörur að þá líður mér einfallega betri. Ég kem meiri verk og dagurinn verður betri. Dagskammtur af nauðsynlegu vítamínum, engin gervisykur og þú færð þetta í rauninni hvar sem að þú verslar. Þú verður ekki fyrir vonbrigðum ef þú prófar þetta og ég mæli með að þú gerir það strax í dag. Mér þykir rosalega vænt svona einstaklinga. Þess vegna ég sér það, ég hérna mörgum árum setna að segja söguna. Akkurat. Mér finnst það mjög áhugavert og ég líka sko út af því að það sem að mér þykir vænt í fari svona einstaklinga að það svona fólk sem hefur samt oft á tíðum haft eitthvað til síns máls varðar það hvernig ríkisvaldinu hefur verið beitt í rauninni til að þjóna hagsmunum einhverjar, ég ætla ekki að segja elítunnar eða eitthvað þannig, heldur við erum alltaf með á hverjum tíma einhvers konar svona valdhafa sem eru kannski ekki endilega að standa skil á þeim verkum sem að við viljum að þeir séu að standa skil á. Mér fannst til dæmis eins og með COVID, ég held að við munum aldrei koma til með að ná því trausti tilbaka, allavega ekki á minni mannsævi, út af því að það var svo mikið sem að var í rauninni, það var svo mikill félagslegu kostnaður sem að hlaust af þessu, út af því að það var alltaf verið að breyta því hvernig við áttum að haga okkur, það var verið að breyta formerkjum undir því hvernig hvort að gríman ætti að vera á, hvort hún væri að gera gagn, hvort að sprautan myndi gera gagn þannig að þú myndir ekki fá COVID, nei það minnkar smitt en kemur í veg fyrir það og smittir aðra, nei það gerir það ekki, heldur kemur bara í veg fyrir það að þú hljótir svona verulegan skaða af en svo getur þú líka hlotið verulegan skaða, þannig að við vorum alltaf á einhverjum svona stanslausri hreyfingu. Enda var þetta alltaf vírus sem var líka á stanslausri hreyfingu. Sko. Já, en ég talaði sko við faraldursfræðing hjá Harvard, Martin Kulldorff, og hann sagði einmitt sko að það sem að hann hefði mestar áhyggjur af var að út af því að hann sagðist gera sig grein fyrir því að það væri mjög ólíklegt að þessi sprauta myndi koma til með að skapa jafn gott mótefni og fyrir COVID að þá myndi þetta í rauninni smitast yfir á traust fólks gagnvart almennum bóluefnum. Og sem hefur raungerst því miður og ég tel að sko út af því að við erum að tala þennan mann ég einhvern veginn sko ég veit að ég myndi hafa áhyggjur að allir væru svona ef við værum með alla í einhvern svona sérheimi en ég aftur á móti mér þykir alltaf vænt þennan hvað var að segja svona ákveðin svona viðmótstrótt sko. Já, ég sit þarna og hlusta á hann mann og ég skil á þessum tímapunkti ég búin að fá betri innsýn af hverju Trump kosin. Ég búin að fá betri innsýn af hverju fólk safna saman í kringu flokka eins og AfD sem hefur rauninni ekkert nema mótmæli fram á að færa. Þeir eru bara að segja að kerfið er ónýtt og ég held að séu stór mistök hjá sko þýskri stjórnmálum að halda þeim alltaf utan við völdin. Sérstaklega þegar það verið að vinna eins og í Brandenburg og í Austrinu. Ég var að rífast við þjóðverjuvinni mína sem voru að hugsa að pakka töskur og flytja úr landi. Ég var að segja, nei, hleypið þeim af valdastólunum. Og þegar þeir standa frammi fyrir, eins og við sjáum á Ítalíu, þegar að í rauninni ekkert ósvipað flokkur kemst til valda, þegar þú situr allt í hennu frammi fyrir raunverulegu flækjustíi samfélagsins, þá muntu þurfa að bregðast við því. Þú munt þurfa að aðlaga þig að því að þessi, það er svo rosalega auðvelt að vera alltaf á móti þegar þú ert í stjórnarandstöðu og alltaf að segja bara þetta er ónýtt og þetta er ónýtt og þetta er ónýtt og þetta er ónýtt.
en ég skildi allt í einu, ég skildi allt í einu hjá þessum manni sem að á í aðra röndina í rauninni alveg svona á ystu myrkrum samfélagsumræðunar, en hins vegar einn af grunnstóðum nútíma efnahagskerfi sem eru lítil, velrekil fjölskyldufyrirtæki sem reyna að halda vel utan um starfsfólkið sitt. Ég spurði hans út í þetta, fólk sem búið að vinna hjá honum í 25 ár, synir að taka við að feðrum, þetta eru hornsteinar, það ekki stórfyrirtækin, þetta eru hornsteinar nútíma hagkerfisins. Þannig að það verður svo ofboðslegur kontrast. En magnaða momenti var að þetta samtal situr í mér þegar á fyrsta fundi hjá þessu kúratorráði vísinda ársins, þar sem ætlum að tala um frelsi, og þá kemur ráðherran, og ráðherrar í Þýskalandi, þetta svolítið annað en það mæta bara svona 8 lífverðir, og skilur, þetta ráðuneyti, það á held ég 7 hæðum við spreána sem 1,5 kílómetra bygging. Þú ferði gegnum vopnaleit, þú þarft að melda þig fyrirfram til að komast inn, og þetta samt bara, skilur, vísinda og þróunar og menntamálaráðuneyti. Og hún kallar eitthvað saman, og síðan spyr hún jæja, hvað það hugsa að gera? Og ég hlusta, á prófessor doktor X tala eitthvað, og ég hugsa prófessor doktor X, og 8 hektarláði, ég sá sem actually, það var bara analýsa og bara óbúslega áhugaverð og sterk analýsa alltaf. En ég hugsaði, ég eini sem ekki prófessor doktor, ég eini sem ekki inn í kerfinu, ég get verið rödd fyrir eitthvað annað. Þannig að ég kveð mér hljóðs og ég segi söguna af þessum manni. Á staðnum sem að í rauninni hann rauninni hræðist kannski mest og fyrirlítur fyrir að hafa svikið sig, af því að ég fann til svo djúprar empati, og ég held að ef að þetta fólk myndi skilja hvaðan þessi maður kæmi, þá værum við öll betur stödd, bæði stjórnkerfið og hann. Og upp úr því sprettur verkefni þar sem að í 12 leik- og óperuhúsum þvert yfir Þýskaland byggðu við umræðukvöld sem virkuðu þannig að listamenn annars vegar og vísindamenn hins vegar fluttu, og það var ekki ræður, heldur við köllum það input. Þannig fyrsti hlutin var input vísinda og lista. Önnur var síðan sem kallað fishbowl, þá sátu vísindamaðurinn, einhvers konar spirill og listamaðurinn eða listamennirnir, og það var alltaf 2 auð sæti fyrir fólk úr sal. Og þegar það var búið, þá opnaðist sviðið og þar voru borð, og þá sátu allir við sama borð. Af því ég hugsaði bara að það sem að vantar mest umræðan, og það sem vantar mest að fólk sem ekki sammála geti í einhvers konar öryggi átt, sem ég kallaði respectful fighting, respectful arguing, og það sem, og niðurst þetta var algjörlega ótrúlegt, að eitt af þessum kvöldum þá erum við í Austur Þýskalandi í Rostock, og við erum með hann er Austur Þjóðverji sem í rauninni að fjalla fall Austur Þýskalands í rauninni sem yfirtöku en ekki sameiningu, sem ég held að stemmi að mörgu leyti, og hafi verið komið fram við Austur Þýskaland af því að þeir væru ekki siðaðir í lýðræði sem einhvers konar börn sem þyrfti að siða til í lýðræðislegum áttum, sem náttúrulega einhvers konar kjarni. Ég var að segja, það er kjarni þessa vandamál. Ja, kjarni þess að AfD þetta stórt í Austur Þýskalandi, og Austur Þýskaland í rauninni ennþá bara þóttir hafi, þeir sögðu við byggjum fyrir ykkur vegi og við byggjum fyrir ykkur skóla, og það er alveg rétt, en það er ennþá gríðalt atvinnuleysi. Allt atvinnuleyfið er að basically tekið úr samband og sagt að það er ónýtt, enda var það, og eftir stendur rauninni í rauninni betri infrastruktúr, en hins vegar tilfinningin að það sé búið að gera lítið úr öllu sem við stóðst fyrir fram að þessum tímapunkti. Og hann
hann er bara að flytja sitt ávarp og listamennir voru með magnað kóra og þetta var rosalega flott prógram og þar sem að við erum í þessu fishbowl fellur þýska ríkisstjórnin og þetta er daginn eftir að Donald Trump er kosinn og daginn eftir fellur þýska ríkisstjórnin hún fjell, maður fann þetta í salnum það verður alltaf einhver órói og allir konu upp með símana og bara mitt í þessu nema í þessum sal og þetta er fólk sem kom á svið og talaði við okkur það var anti-vax og anti-covid það var AFD meðlimir það var fólk af öllu pólitíska spektruminu það var ungur íhaldsmaður sem var bara svo verið hannaður í svona íhaldsvesmiðu það voru pönkarar það voru AFD meðlimir og í öllum sem leikhúsum í tæknideildunum það þetta með allt í henni bara kannski þriðjungur leikhús er alltaf að búa til eitthvað anti-AFD leikhús en kannski helmingur af fólkinu sem er að byggja leikmyndina eru bara heittrúaðir AFD áhundur þannig að og ég hugsaði leikhúsið er einhvers konar samkomustaður þar sem við erum að takast á við erfið og stór málefni þannig að ef er einhver staður sem að getur treyst í svona sögulega að geta komið og átt samskipti, það er þarna. Hlaðvarp er í samstarfi við heitirpottar.is hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú er jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það er ekki hægt að setja verðmiða á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því er mikilvægt að huga að báðu og það er nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fossalsi 13 en þar er opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is, græja þetta fyrir þig. Þetta er einmitt ástæðan samt fyrir því að ég líka sagði áðan að mér þykir ákveðið svona hluti til væntum því að ég meina það sem er að gerast með AFD er náttúrulega að gerast fyrsta lagi víðar í Evrópu og hefur náttúrulega verið að gerast áður. Þar sem eitthvað svona talsamband eða rofið talsamband er álitið sem eitthvað jákvætt fyrirbæri og það er ákveðin svona stemning fyrir svona þeir live amongst us svona svolítið, þú veist að þeir búa einhvers þar hérna, þeir eru einhvers þar hérna en svo er þetta náttúrulega eins og þú segir bara í mörgum tilvikum einhverjum einstaklingar sem að standa vel að öllu því sem að þeir taka sér fyrir hendur en ég var innilega ósamálunum í heimsmyndinni en ég hafði djúpstæða bæði skilning og empatíu fyrir staðinu sem að var komin á og þá er ég ekki að tala um svona parental, ég horfði ekki niður á hann, heldur ég talaði bara við hann eins og ég er að tala við þig. Já. Og ég held að það sem og þetta endaðilega með því að hann var með tárun í augunum, að því að hann hafði bara upplifað fyrirlitningu, niðurlægingu, og fólk að taka hann og púta hann på plats, alltaf þegar það átti samtölu við hann, og hvað gerist? Þetta er náttúrulega Trump, það er það sem gerist. Það er alveg augljóst og ég meina það er talað um þessi flyover states þar sem að það eru þessi ríki sem að fólk er bara að fljúga yfir og milli þess en er fljúga milli vesturstrandarinnar og austurstrandarinnar og það er náttúrulega það var líka ég langar að segja svona upp úr 2010 til svona 2010-2012 að þá kemur upp svona ákveðin stemning það að þetta sé svona og bæði líka hér á landi þar sem að svona fólk sem er ómentað og er svona ekki búið einhvern veginn að svona fylla í ákveðnar eyður, ekki búin að tikka í þau box sem að við teljum að það eigi að tikka í, að það sé einhver svona fólk sem að við eigum ekkert mikið að hlusta á. Það var mikið til með iðnaðarmenn man að ég vann einu sinni sem dyravörður og þá var ég að ræða við hóp einhverja stúlna og þar voru að segja já, ætlar ekki að fara í nám og ég svona, jó, ég er svona hugað að fara í nám maður langar kannski bara í iðnaðarnám og þá var það svona aðhlátursefni að verða iðnaðarmaður er svona, já, ok, langar þið að vera
í svona þessum skítuga geira sem að svona þjóna okkur sem erum með svona háleit markmið gagnvart lífinu og erum svona Svo þá getur closetið bílar sko Já, nákvæmlega þangað til klósett Þá allt í einu þetta ekki lengur eitthvað fólk sem þú hlærið að heldur þú bilar að koma heim sko Nákvæmlega og ég einhvern veginn hef alltaf hugsað til þessara tíma með svona, já og verið svona íhuga það svona hvað mér finnst nákvæmlega þetta út af því þetta var svona svolítið að sama og ég var að tala um maður gæti ekki alveg sett fingurinn á það hvað væri að en maður gerir sig grein fyrir það væri eitthvað að það eitthvað svona að þegar að við erum farin að svona huga að ákveðnum einstaklingum sem eru vissulega að gera vel í sínu lífi sem einhvers konar svona aðrir en við sko. En sko, það ekki reyndar á svo því að ég held að það eiginlega ekki hægt að skoða sko, rís sko, þessara nýju mér finnst svo erfitt að tala um þetta sem sko hægri flokka, þetta ekki hægri flokkar Nei, ég held að þetta hægri og vinstri að verða bara einhvers konar grjónagrautur? Já, þetta líka bara, þetta eru bara hugtök sem bara eiga ekki við þá pólitísku mynd sem við búum við í dag sko. Þannig að þú veist, þetta ég heldur miklu frekar sko, svona frjálslynd og íhald og síðan það líka riðlast sko svolítið þvert en sko það verður ríkjandi stemning á hverjum tíma, það bara þú veist, og það að svona, það komi ákveðin tími sem að þú veist, allt í einu þú veist það sem einu sinni var sko landspróf og síðan var það stúdentspróf og einhvern tímann var orðið háskólapróf þú veist að með aukinni menntun verður til stærri klassi sem verður að trúa því að þessi menntun sé það sem að skilgrunnu þau og síðan kemst sko verður það ofan á umræðinni og þá verða einhverjir sem eru skildir eftir og það ekkert skrítið að einhvern tímann síðan rísi það fólk upp þú veist, þetta þessi svona samfélagslega hringrás hins vegar sem ég finnst tala bara alltaf lítið að sko að það held ég ekki hægt að tala ris þessari nýju pólitíkur án þess að horfa á fjármálakrísuna 2008 þú veist, sko undan henni erum við með sko Tea Party en það var, þú veist, algjört svona fringe og síðan sko hrynur í rauninni sko kerfið, heimsmyndakerfið sem þessi svona ríkjandi elíta sem hafði skapað sko, og það kerfi sem hafði skapað þessi gríðalegu verðmæti upp úr 2000 kannski frá falli múrsins getur sagt, frá falli múrsins Fukuyama endi tímans jafnvel sko tebóðsreifingin í rauninni tekur sér ekki á sig en almennilega mynd fyrir 2010 sko. Já, ég rugla, það var önnur hreyfing sem að maður byrjar að lesa á undan sko Tea Party, þú veist, þær hétu en sem var þá algjörst fringe sem maður var svona byrjar að lesa þú veist, Economist og fyrir að fjalla þetta og svona en það sem gerist náttúrulega að kerfið sem að í rauninni sko træjumfar með falli játtsjaldsins einmitt verður algjörlega í rauninni missir sko ideológiska mótstöðu fyllist í rauninni bara húbris og allt í einu bara eitt kerfi og eins og þessi Fukuyama farin að skrifa bara komur endalóg tímans hér eftir við rauninni bara að ræða hvort þú veist 2 cm fram og tilbaka þetta er öld teknikratans en það sem vantaði þá heimsmynd var í rauninni að við sko, og þetta miklu frekar hugmyndafræðilegt heldur en actually, þú veist, að þetta voru mikil áhrif á fullt af einstaklingum en ég held að sé minna það heldur rauninni heimsmyndarfallið sem á sér stað og þessar ofbóðslu efasemdar þessa yfirburðar gáfu þessar elítu að sko að því að afleiðingar það voru náttúrulega gríðarlegur niðurskurður og gríðarlegur gríðarleg afturför af öryggisnetinu og velferðarkerfinu sem þetta fjármagnaði og upp úr því sprettur auðvitað upplifun að því að hafa verið svikin og það en engu sér heldur sko pólitíkin áfram, þú veist, ég meina bara bankarnir voru allir borgaðir út, almenningur tók skellin og síðan átti bara að halda áfram með sama kerfi nema að allt þetta fólk sem að sko upplifir þessu ofboðslegu djúpstæðu svik, það bara skilið eftir og þetta var svona eins og, þú veist, eins og svona ný stjættabarátta nema að stjættabarátta var alveg menningarleg og við erum að horfa á sko afleiðingarnar af því
núna, að þetta tekur tíma fyrir hreyfingar að vinna sig upp í gegnum sko hérna pólitísku meðvitund sko. Þannig að þú veist, þess að Trump sko birtingamynd miklu, og sérlega ekki hægt að tala þetta án þess að tala náttúrulega algoritma samfélagsmiðluna já, og sem náttúrulega umbreyta sko uppávendir alls íls en sko það sem þeir umbreyta hugmyndinni fulltrúa lýðræði. Þú veist að þegar allir eru orðnir sko persónulegir þá getur ekki lengur sko, þannig að kerfið okkar sko pólitíkur sem kosin fulltrúi kjósenda sinna. Hann ekki í rauninni í krafti eigin persónu. Þú veist, hans persóna þarf hins vegar auðvitað að hafa coverað þessa svona hugmyndafræði sem hann kosin fyrir en sem sko einstaklingur á hann í fulltrúalegum lýðræði skilningi ekki að vera persónuleiki, hann á að vera fulltrúi nema þegar þú komið social media þar sem allir eru bara persónuleikarnir sínir þá verður þarna ábúslegt rof og síðan ertu með algoritma sem sko keyra áfram og eru náttúrulega hagnaðardrifnir. Þannig að hvað þeir að gera? Þeir eru auðvitað að ýta því áfram sem vekur mestar tilfinningar og á yfirborði hjá okkur manneskjónum þótt að kannski þær tilfinningar sem við myndir skrifa í sko minningagrein, þar skrifað göfgi og hugrekki og kærleika og hvernig þú komst fram við þitt násamfélag en þær tilfinningar sem að sko eru sterkastar og næstar yfirborðinu, það sko hneykslun og reiði og svona ofsi það eru tilfinningar sem þessir algoritmar sko keyra á. Hlaðvarpið í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Já, ég líka bara held að við séum ekki búin til fyrir svona mikið aðgengi að hvor öðru, né svona miklu ofbeldi. Því ég held að ef þú sérð allt ofbeldi sem á sér stað í heiminum alltaf, að þá skekkir það svolítið þína hugmynd af heiminum og líka í ofanalag að þegar við erum með svona rosalegt aðgengi að hvort öðru að það held ég bara ekki hollt sko. Nei, ég meina Harry talaði bókinu sinni sko þegar hann var að tala svona hvernig siðmenningin komst á kopp sko og talar hann að það segir hann 250 manns hámarkið þeim sem maður getur átt sko í svona eins og þessi maður í Þýskalandi þar sem þú sérði augun á fólkinu og umfram það þarf að búa til einhvers konar valdastruktúra til að halda utan þetta þótt að svona, David Graeber í The Dawn of Everything segir þetta sé ákveðið miskilningur en sko Jonathan Haidt í sko það stórkostleg bók eftir Jonathan Haidt sem heitir The Righteous Mind frábær og og grunntesan í henni og hann kemur inn á það líka í bóksinum sko athyglishakerfið sko að helsti vandi internetsamskipta sko þegar heilin að formast í börnum þá sko barnið segir eitthvað ljótt við einhvern og því fylgir dópamin nema síðan sér barnið viðbrögð þess sem að verður fyrir því sem barnið segir og heilin býr til sko antidót við dópaminið að því að afleiðingar þess sem þú gerir eiga sér sko hormónalega svörun í líkamanninum og svona sko þjálfast heilin til að kunna þennan balans á milli hvað þú átt að segja og hvernig þú átt að segja það að því að þú færðir henni dópamin og antidót og svona stillið heilin af nema náttúrulega þegar þú setur eitthvað á netið þá sérðu aldrei viðmælandan kannski heyrir maður seinna hvað hefði gerst en þú sérðu ekki viðmælandan þannig að antidótið í heilanum kemur aldrei fram
og þess vegna var hann náttúrulega að tala rosalega mikið í Righteous Mind, af því hann skrifar bókina í rauninni til að komast að því þegar giftingatíðni milli demokrata og republikana Bandaríkjunum er komið niður fyrir 3%. Við erum að tala bara eins og á milli katholika og lúterskra fólks í Evrópu á 18. öld sko. Þetta er rauninni það bara að giftingatíðni milli þessara pólitísku póla er bara horfin. Hann sagði, hvernig getum við skapað umræðugrundvöll? Við erum með það hér samt sko. Ég held að allavega í svona svona í mínu nærumhverfi þá finnst mér alveg fólk sem er svona ósammála hugmyndafræðilega, það er alveg tilbúið til þess að jafnvel eiga einhvers konar samskipti sko. Ég held að og giftast. Já, ég held að við búum náttúrulega góða ef maður svona velti fyrir sig sko að þetta sjá í augun á fólki, þú veist, og ég held að sundlega menningin í Íslandi hjálpi mjög við þetta. Já. Það er voða erfitt að vera með ofboðslegan mun þegar að sko þegar allar stjettir sitja bara á sundskilni með bumbuna í heitabátunum sko. Og við auðvitað búum við að því bara að við erum lítið land og það, ég held að sé mörgu lítið erfiðar að ná jafn langt í öfgum í litlu landi heldur en í stóru landi, af því að það er bara miklu meira líkur að þú rekist á fólkið sem er ósammálaðir sko. Ég held að ástæðan fyrir því að þetta podcast er vinsælt og það er að þú ert opaslega duglegur með að ná í fólk sem er að sko diskutera og rökræða hlutina, af því það er eiginlega ekkert leiðilegra en að horfa á tvær manneski sem eru fullkomna sammála að tala saman. Þú veist, þannig að ég sé alveg svona, þessna held ég líka til þess að þú veist, það verður oft verið að reyna sko líka eins og miðflokkinu við AFD, svo það er grundvallamunur sko. Miðflokkurinn er ennþá lýðræðislegur flokkur sem að sko maður upplifir ekki þótt maður sé kannski ósammála með ákveðnum atriðum. Þetta er ekki flokkur sem ætlar sér að taka sko stjórnarskrárnar úr sambandi. Þú veist, það er ekki fólk með nasistakveðjur í gangi sko. Þannig að þú ert með fullkomna stjórn, þú ert með fullkomna sko stjórntækan flokk, ef maður velti fyrir sér í svona stjórnskipulagslegu samhengi, er hann stjórntæku flokkur. Ég efast mjög þess að AFD séu stjórntæku flokkur, af því að þeir sko, kannski ekki, þú veist, og ég myndi aðskilja rosalega sko þeir sem leiða flokkin og fólki sem eru kjósan, og ég held að það sé annað sem maður þarf að gera óbærslega skýrt. Það eru sko margir að forystumönnum AFD í Þýskalandi er stór hættulegt fólk, af því að þeir sem það hefur sagt og í verkum sínum virðast ekki taka undir svona grundvallar stóðir, og þá er ég bara að tala sko bara svona stjórnarskrár, þannig að sko, en ég skila mörgu leiti þessar áhyggjur þeirra í Þýskalandi og þessari svona og með þeirra sögulega samhengi að hleypa fólki sem veist, er með nasistakveður og fundum ekki inn í stjórnkerfið. En ég held samt að það væri sterkara, þess að því ég flutti fyrst í Þýskalands þá, það voru náttúrulega þessi óbáslega sterku lög sem sagt hvað mátti ekki segja helförina, og ég tók óbáslega marga debate þetta, því ég hugsa alltaf undir niðri sko er betra að þetta fólk megi ekki segja þetta og finni þar leiðandi sko leiðir til að tala þessar hluti sem það virðist trúa á, í staðinn fyrir að það sé tekist á við það í opinberu umræðu og með rökum og með staðurrindum sé hreinlega diskrediterað. Og ég held að þarna verður oft sko þú veist, líka í þessari vóku umræðu og svona, þú veist, að hræðslan við hreinlega að bara taka debateið og þegar þetta er komið á stað sem er komið núna, þá, þú veist, það sem er rauninni, þegar að Conway segir þetta í þessu CNN viðtali, hún segir sko, þegar þau voru að rífast eftir fyrstu inauguration 2016 Trump Kellyanne Conway. Já, Kellyanne Conway, þegar sko Trump held í fram að það hefði verið milljónir manna á götum Washington, og New York Times aðrir birtu bara myndir og töldu bara það bara stemmir ekki, og þá segir hún sko no, we're going on alternative facts, og ég man þetta stuðaði mér rosalega, og það tók svolítið tíma að skilja hvað væri verið að fjalla að það væri til einhver alternative fact, það væri hugmyndin staðrindina ætti sér hliðstæðu,
og ég held að maður þurfa að skilja hennar mörgu leiti sko, ekki bara af því þú veist að skoða hlutina frá öðru perspektífi heldur í raun og sann sé sko hægt að snúa veruleikanum á hvern þann hátt sem þú vilt. Hlaðvarpið í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því Polsen. Polsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Polsen.is. Ef það stjarna í framrúðunni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðunni, Polsen.is. Láttu græða rúðuna strax í dag. En þarna myndi sko, og þannig hérna, ég var að hlusta á hérna vikulógin, þar sem Eiríkur Bergmann var með 2 öðrum fyrrum skólameistara kvikmyndaháskólans. Ég man nú ekki hvað hann heitir, kannski veist þú það? Ég man ekki. Það voru nokkur reyndar en... Já, einhver aðeim allavega. Já. Skilst mér að það hafa verið hann. Og einhverju til viðbótar. Og þar var Eiríkur Bergmann með að tala um þetta BBC-mál. Það sem að BBC í rauninni bara laug það, hvað Trump væri að segja til þess að egna sínum stuðningsmönnum að Hvíta húsinu 7. nóvember fyrir rétt rúmum 6 árum. Fyrir rétt rúmum, 5 eða 6 árum. Og það sem var svo merkilegt í þessu að sko þessi svona alternative facts umræða hefur alveg átt sér stað líka hjá þessum fjölmiðlum sem við berum mest traust til. Og ég ekkert eitthvað í þessari búblum það að hérna stóru fjölmiðluna sé að ljúga þeir sem að sumir svona hlaðvarpsstjórnendur hérna vestanhafs eru að byggja á sko að sé allir að ljúga þeir nema ég sko. En ég man til mér árið 2016 og tók Trump við og þá var var hann með forsætisráðherra Japan þar sem að þeir voru einhvern veginn að moka einhverju mold, þetta var einhver serimónía þar sem þeir voru að moka mold yfir eitthvað, ég man ekki, einhvað til einhverju virðingavottur gagnvart einhverju og Trump var sem sagt klipptur til þannig að hann væri að gera þetta með rosalega svona hvað var að segja, svona hrottalegum hætti einhverjum en hann gerði bara nákvæmlega það sem forsætisráðherrann gerði sem sagt japanski en þetta var málað upp sem svona Trump að vanvirða Japanana hérna og það var þannig að Eiríkur Bergmann var að tala um þetta BBC-mál og var einhvern veginn að reyna að sko malda í móinn gagnvart því að þetta hefði ekki verið BBC að sýna fram á hérna hann sagði nú bara að viðvaningsleg vinnubrögð. Mér fannst það stöðilur receptor að segja rauninni bara að það eru allir að gera þetta sem sko röksemdafærsla fyrir þetta væri í lagi sko. Já, nákvæmlega, þetta var rauninni nákvæmlega. Og ég hugsaði bara, já ok, en þú veist þá bara saman, en þá náttúrulega myndum við að segja eiga þeir þá að vera á öðrum standard sko, hérna... eða samþykju við þetta á Fox News en eigum ekki að samþykja þetta hjá New York Times sko. Já, nákvæmlega. Sem mér finnst alveg, mér finnst að það alveg, það málur ræða það sko. Nei, en það er fáránlegt að einhver sé, þú veist, að við séum að samþykja svona vinnubrögð hjá einhverjum. Já. Og ég held að þetta muni koma til með að sko verða gott að einu leiti sem að verður það að í framtíðinu núna þegar gervigreind orðin jafn öflug og hérna raunber vitni að þá held ég að muni gerast að sko það muni vera miklu meiri vikt í því hver að segja hvað og við verðum með miklu meiri svona ákveðin svona standard á því að fólk sem að segja ákveðna hluti getur ekki verið að ljúga oft án þess að það komi til með að valda svona álitssnekkjum og núna þegar gerfingin þú getur skapað bara hvaða mynd af hverju sem að þá munum við færast aftur í þetta að treysta ákveðnum aðilum. Þannig að ef við gerum það hins vegar og við erum búin að svona horfa til þessa BBC-máls og fara svo inn á RÚV sem prófessor og ræða það á þessum nótum að þá veit ég ekki alveg hvernig við grípum þann bolta sko. Nei, ég sko að þú veist við erum alltaf að takast á narratífur þú veist og önnur leið til að segja turn effect að segja að það sko narratífustríð í gangi og sem ég tel að segja rétt og það er algjörlega augljóst að Trump snillingur í narratífum þess vegna hann ofan á sko en sko ég man sérstaklega eftir þessu í forsetakosningunum 2016 að það var alltaf verið að klippa hluta úr ræðum Trumps maður fekk alltaf bara svona einhver highlights og hann leit alltaf út eins og hann væri bara
geðveikur sko. Þú veist, þetta var bara, þú veist, það væri bara rambling og þú veist, þannig ég hugsaði, ok, herri, ég veist, ok, það getur ekki verið að séu allir bara, sko, fábjánar, það sjá þetta ekki. Þannig ég tók mig til að horfi á nokkra sko svona heila ræður og þá náttúrulega kemur bara ljós að maðurinn sko, hann snilldar entertainer og auðvitað þú klippið og tækir sko stand-up og myndir klippa, þú veist, 5 sekúndur hér og 5 sekúndur hér og 5 sekúndur hér, þá myndir þú alltaf segja sem er bara algjörlega galinn. En sko það lógík í ólógíkinni af því að þetta bara, hann heldur ekki að þetta alltaf bara 2 tímar og hann bara okkur svona flý og fyrir bara hvað lengst hinga og sér hann að tala einhverja krókódíla og vildi láta borða það segja einhverjum háköllum og þú veist, skilur og en það sem hann sagði og það ég held að það sé mörgu leyti sko það sem hann skildi sem að demokrata skildu ekki 2016 undir Hillary Clinton þegar hún kallar sko þegar hún kallar það the deplorables basket of deplorables að sem með þessi svona ofbóðslega bara þú veist þetta fólk á ekki að hafa neina rödd þá bara að halda því Bunkinn sem að staplast upp hjá gamla eða nýja bókaranum já að hann sagði sko meðan hún á 60 manna stadiums bak við skotelt gler við hliðin á Beyoncé þá fer ég í öll þorpin og held 3000 manna fundi og ég held bara 10 á dag og hvað prinsip það? Það prinsipið ég sé þig og það bara sama prinsip og við sem eigum börn þekkjum óbúslega vel barnið dettur og meiðir sig á enninu og fær svona litla kúlu og líður óbúslega illa og hágrátandi og þú tekur barnið og þú kissir á kúluna það engin læknisfræðileg rök fyrir því að kissa kúlur á höfði hafi nein áhrif á líffræðilega atburðarás sem á sér stað þegar þú bólnar í andlitinu og barnið róast af hverju róast barnið? Af því að þú ert búin að sjá það þú ert búin að sjá sársauka þess þú ert búin að sjá hvað að fara í gegnum og þú ert búin að veita því sko ekki bara athygli þú ert búin að sýna að ég til staðar og ég held að samfélagsmyndin í Bandaríkjunum hafi verið orðin það brotin að þetta eitt og sér hafi dugað það var ekki meðnina policy sem öðruvísi en núna hann var ekki með policy heldur hann sagði ég sé ykkur hann sá kúluna já með þess að þetta góða punktur sko en Þorleifur ég þannig að þjóta já ok við þurfum að gera þetta aftur og þá tökum við Ísland fyrir sko þetta var ansið alþjóðlegt hjá okkur já mjög alþjóðlegt en ég menna það er bara gott við fórum bara á flug já, það er verra þegar maður lendir í svona hvað er að ræða já ég held að þegar þú sagðir að sko þú bara að fylgjast með amerískri pólitík lengi þá hugsaði ég gott í glóðurinnar þetta er eitthvað sem ég hef verið svo og þekkir mörguleiti sko amerísk stjórnmál betur en íslensk stjórnmál sko já ég hef alveg verið þar sko en ég að þekki íslensk stjórnmál núna betur í dag heldur en ég gerði já ég er þetta líka við tökum íslensku stjórnmál næst ok takk aðeinslega fyrir að koma þangað næst já gaman að koma takk fyrir mig